Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti, ég ætla að beina spurningum minn til hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur og ég ætla að tala um málefni öryrkja. Hvað eru öryrkjar og hvaða stöðu hafa þeir á borði þessar ríkisstjórnar? Erum við molar sem á að dusta af borðinu eða kusk sem á að þurrka í burtu? Gilda önnur lögmál hjónaband öryrkja? Er ríkið með einhverja getnaðarvörnar hugsanir það að láta borga nógu mikið fyrir að vera í hjónabandi þannig að eignist ekki born og öryrkja mun ekki fjölga? Erum við neysluvara? Erum við í hillum verslana uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu? Lífeyrislaun okkar eru uppbreyttur samkvæmt neysluvísitölu en ekki í launavísitölu sem allir aðrir launamenn. Þar munar helming síðustu áramót. Hvað erum við? Pakkar í bíl sem gleymist þegar farið í kaffi? En við erum búin að samþykkja sáttmála Sameinuðu. Við erum að fara að lögfesta hann. Og hvað gerum við þá? Besta dæmið það hvað þessi sáttmála á að tryggja okkur liggur í hugarafl og geðfylgni teymi þess og eftirfylgni. Þetta á að eyðileggja. Hvað er verið að eyðileggja þarna? Félagssamtök sem virka 100%, eru frábær, eru með 1000 manns á bak við sig. 1000 komur á hverju mánuði, 12.000 komur á ári. Þetta á að skemma og ég spyr, þetta eru 55 milljónir sem þarna undir, smáir, og það á að byrja að skemma þetta, það á að byrja að rífa þetta niður núna. Og ég er búin að reyna að fá svör og þeir sem eru í hugarafli og aðrir hafa líka reynt að fá svör við þessu og það er engin svör. Það er bara einskær brotavilji það að sjá til þess að þeir sem eru með geðsjúkdóma hér í Íslandi eiga hendast á götuna, af því að þetta virkar. Og ég vona heitt og innilega að forsætisráðherra sjái til þess að þetta haldi áfram og að virka og sjái til þess að þeir fái sitt. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég vil nú segja það fyrst að því hann spurði hér hvort að í mínum huga væru öryrkjar neysluvara eða eitthvað því líkt. Og auðvitað er það ekki svo. Öryrkjar eru bara fólk eins og við öll í þessu landi. Fólk sem vegna veikinda eða fötlunar, og það er áhugavert því ég ásamt mínum þingflokki átti mjög góðan fund með Öryrkjabandalaginu í síðustu viku, að þar kom fram að 10–15% landsmanna stríða á einhverjum tímabili með einhvers konar fötlun. Þannig að þetta auðvitað hlutskipti sem margir þekkja og margir hafa kynnst, þannig að mér finnst nú mikilvægt að segja það að ég er auðvitað sammála hv. þingmanni það að það er mikilvægt að tryggja hér kjör öryrkja. Félagsmálaráðherra sem fer með þennan málaflokk hefur kynnt Öryrkjabandalaginu og Þroskahjálp áætlun samtal sem er framundan þau málefni sem við fórum yfir líka á þessum fundi, þar sem verða fulltrúar þessara samtaka og stjórnvalda fyrir utan að þar verða líka væntanlega einhverjir fulltrúar Alþingis. Og það er mjög mikilvægt að þessar viðræður gangi hratt og skili góðum árangri. En hv. þingmaður spyr svo sérstaklega geðheilbrigðismálin. Og þau voru sett í forgang hér í síðustu fjárlögum til að mynda hvað varðar fjölgun sálfræðinga og styrkingu geðheilbrigðisþjónustu víða í kerfinu, hvað varðar málefni hugarafls. Þá hafa þau verið á borði heilbrigðisráðherra og hún hefur gert grein fyrir þeim málefnum hér í þinginu, síðast í óundirbúnum fyrirspurnum ekki fyrir svo löngu. Ég vænti þess að hún taki þau mál fyrir og taki þau föstum tökum, en ég held að í stóru málunum þá skiptir auðvitað máli að við byggjum þetta samfélag upp, hvort sem við erum að tala stofnanir okkar, skólana, heilbrigðisstofnanir, en líka bara alla vinnustaði, þannig að við tökum á geðheilbrigðismálum, því það eru sláandi tölur sem við erum að sjá kvíða, þunglindi, alls staðar í kerfinu, sem við verðum að leysa líka ræturnar og grunninn. Við þurfum að byrja þar frá grunni.
Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka svörin en ég vil benda á það ef hún segir að við séum ekki neysluvísita, af hverju er þá uppreiknuð lífeyrislaun með neysluvísitölu? Af hverju er ekki launavísitalan notuð? Af hverju hefur hún aldrei verið notuð? Það stendur skýrum fyrst launavísita og svo neysluvísita ef hún er hagkvæmari. Hugarafl er ekki sammála því sem hefur komið fram og er ekki sammála heilbrigðisráðherra og ekki sammála félagsráðherra. Þeir sjá fram á það að það á að leggja þau niður og það breytir engu máli þó að fara að setja ykkur geðteymi. Setja þetta geðteymi út í 101, 102, 100 kollakolli sem má ekki hlaupa á milli en eyðileggja ekki það góða sem er þegar til staðar. Og annað í sambandi við félagsmálaráðherra, krónu móti krónu skerðing kemur ekkert starfsgetumati við en samt er að blanda því saman. Það er ekki neina tengingar þar á milli. Og af hverju fá öryrkjar ekki krónu móti krónu skerðingu eins og ellilífeyrisþegar hafa vikið? Hvers vegna í ósköpunum þarf að spyrja það við starfsgetumat er það gert til að fresta þessu í 1, 2 eða 3 ár? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Já, herra forseti, ég vil nú taka það fram hér að því ég sagði að málefni hugarafls væru á borði heilbrigðisráðherra en þau eru á borði hæstv. Félagsmálaráðherra, bara svo því sé til haga haldið hér. En svo ég ljúki því sem ég sagði hér geðheilbrigðismálin, þá held ég að þar þurfum við sem samfélag virkilega að fara ofan í ræturnar og velta því fyrir okkur hvernig á því stendur að allt að þriðjungur háskólanema kveðst vera þunglindur eða kvíðinn, að við erum að fá einhverjar svipaðar tölur úr framhaldsskólunum og það leysum við ekki bara með viðbrögðum. Við þurfum líka að horfa til þess hvernig við getum eitthvað brugðist við rótum vandans, hvernig við getum hort á okkar samfélag og hvernig það hefur þróast þannig að við getum hort á orsakir en ekki bara afleiðingar. Hv. þingmaður fór svo hér að ræða kjaramál öryrkja í seinni fyrirspurn og eins og ég vísaði hér áðan þá er félags- og jafnréttismálaráðherra hæstv. Búinn að leggja fram áætlun um það hvernig verði farið yfir þau mál og ég held að samfélagsþátttaka sem er það sem að einhverju leyti starfsgetumat snýst það er að segja aukin þátttaka í samfélaginu, ég held að það sé mjög eftirsóknarvert markmið til að ná. Þar þurfum við öll að taka höndum saman líka um það að verkefni séu í boði sem henta fyrir þennan hóp. Þar hefur verið rætt um hlutastörf og annað slíkt, hort á það hvernig vinnumarkaðurinn geti brugðist við. Þannig að það er langtímamarkmið en við þurfum eigi að síður að ræða það líka.